tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. 49. þátturinn á þessu ári. Tæplega 25 klukkustundir af efni frá Suðurnesjum. Hér kemur brot af því besta. Í gömlum bragga í garðinum suður með sjó, þar sem áður var verkaður sólþurrkaður saltfiskur, hefur Ásgeir Hjálmarsson, fyrrum skipstjóri og safnvörður á byggðasafninu í Garði, komið sér fyrir og haldið áfram að safna munum tengdum sjósókn og byggðalaginu í Garði. Þar hefur hann einnig nýlokið við að smíða líkan sem sýnir árásina á Goðafoss ljóslifandi. Líkanið smíðaði Ásgeir í samstarfi við vin sinn, Friðrik Friðriksson. En af hvaða tilefni líkanið smíðað? Já, það er svolítið gaman að þessu verkefni hérna. Tilefni er náttúrulega það að ég og kunningi mín í Reykjavík, sem er búin að smíða mikið af skipa og bátalíkunum, var að smíða líkan af Goðafossi sem var skotin niður hérna við bæjardyrnar hjá okkur í Garðinum fyrir, það voru 70 ár og 10. nóvember í haust. Og hann var bara að nefna þetta við mig, hann væri að smíða líkana af Goðafossi. Og svo fór hann að orða við mig að gaman væri að búa til einhvern líka í kringum þetta. Og ég náttúrulega kveikti bara strax á perunni og fór að pæli í þessu og að búa til svona líkan af útgarðinum eins og svona frá skaganum eða frá Garðskagarflösinni og svona inn undir kirkju. Inn að kirkjunni, af því að það voru margir sjónavottar sem sáu þegar að Goðafoss var skotið niður hérna við bæjardyrnar hjá okkur hérna í Garðinum. Og ég held mig alveg fast við það þó að séu ýmsar skoðanir á lofti hvar Goðafoss er og ekki var hann fundist, en það eru mjög sterkar vísbendingar og bara ég hef heyrt í mönnum bara segja nákvæmlega sá hann bara í miði úr húsum í Garðinum. Já, menn bara sátu við eldhúsborðið og horfðu á þetta gerast. Algjörlega. Og ég fer algjörlega eftir, þegar ég fór að búa til þetta líkan, þá ákvað ég að setja svona húsin bara í útgarðinu, bara fyrir neðan veginn. Það er ekkert hús fyrir ofan veginn nema bara Nýjaland, sem er hérna inn undir kirkju eða rétt fyrir ofan kirkjuna. Og þar mitt satt föðurbróðir minn, Siggi á Nýjalandi, í eldhúsinu með mömmu sinni, Magnu Ísarsdóttur, ömmu minni. Og hann búinn að lýsa því í myndinni, til dæmis Goðafoss og á fleiri stöðum, nákvæmlega hvar hann sá skipið þegar hann var að sökka. Sigurbjörg Ólafsdóttir ákvað fyrir 8 árum að taka meira prófið og reyna fyrir sér sem atvinnubílstjóri. Á þeim tíma var hún einhleypt 2 barna móðir og launin dugðu ekki alltaf fyrir reikningunum. Hún keyrir nú hjá eldsneytisafgreiðslunni á Keflavíkurflugvelli. Við hjá sjónvarpi Víkurfrétta kíktum í heimsókn á flugvöllinn og fengjum að fylgjast með þessari kjarnakonu að störfum. Ég var að vinna í snyrtiverdeildinni í Fríhöfninni og var orðin einhleyp og með 2 börn og var ekki alveg svona ná endur saman, en ég ákvað að skoða kringum mig atvinnulega að sé hvað ég gæti fyrir að gera til að ná betri tekjum og svoleiðis. Og ég hefði séð á ferminni í Reykjavík að konur eða stelpur vera að keyra vörubíl og annað og fór að spyrja stráka sem ég þekki í þessu, hvernig launin var í þessu og sá það væri betra. Þannig að ég ákvað að hafa samband við fyrirtæki í Reykjavík, þar sem ég hefði séð stelpur vera að keyra, hvort það væri möguleiki fyrir mig ef ég myndi taka meira prófið, hvort ég væri örugg með vinnu hjá þeim. Og þeir tókur vel í þetta og sögðu mér að taka prófið og koma og keyra á þeim og þeir borguðu. En hvernig var svo með launin? Eru þau töluvert betri heldur en í hefðbundnum kvennastörfum? Í mjög mörgum, já.
það sem ég vinni við. Það verður þetta betur borgað og virkað betur fyrir mig. Það mér finnst og ég sé ekkert eftir að hafa gert þetta. Mjög skemmtilegt starf og skemmtilegt fólk sem ég vinni með. Þannig að þú mælir með að áhugasamar stelpur pröfi þetta? Já, alveg öruggt að pröfa þetta og skella sér í þetta. Ef það er eitthvað að velta þessu fyrir sér og eitthvað órugga með að hrætta við það, bara skella sér í þetta og pröfa og það sjá ekkert eftir í. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, forsætisráðherra, tók fyrstu skóflustunguna að Knarrarnes kirkju. Kirkjan mun rísa í túnfætinum við minna Knarrarnes á Vatnsleysuströnd. Kirkjan verður bændakirkja í 19. aldar stíl sem hjónin Anna Rut Sverrisdóttir og Birgir Þórarinsson reisa. Forsætisráðherra sagði þegar hann tók skóflustunguna að athöfnin væri eins og skemmtilegasta og mest uppörvandi opinbera athöfn sem hann hefði tekið þátt í. Tekið þátt í ýmsum svona opinberum athöfnum en enginn þeirra hefur verið jafn sérstæður og uppörvandi og skemmtilega þessi. Þetta er virkilega ánægilegt að taka þátt í þessu. Þú voru að taka rösklega á þessu. Já. Vanur torfskurða maður. Held ekki bara áfram múl? Já, þetta er nú svona gamall draumur okkar önnuruttar að reisa svona litla bændakirkju og ég hef verið mjög áhugasamur þennan íslenska byggingarstíl, þannig að kirkjan er byggð í 19. aldar byggingarstíl. Verður þess að timburkirkja ekki ósvipuð og Krýsuvíkurkirkja var. Nú síðan er ég nú guðfræði menntaður og áhugamaður mikill guðfræði, þannig að það má segja þetta sameini svona mín tvö áhugamál, það er að segja guðfræði og hinn íslenska gamla byggingarstíl. Jæja Guðmundur, hverju svarar Guðmundur þegar spurt er Ask Guðmundur? Hann svarar spurningunum að kostgæfni og reynir að hafa þetta létt og skemmtilegt, þannig að þeir sem að skoða vídeóin, þeim finnst það skemmtilegt og vilja deila þessu áfram. Hvað getur þú sagt okkur þetta óvanalega verkefni? Þetta er í rauninni markaðsherferð til að kynna Ísland og við erum 7 Guðmundar og Guðmundur sem erum út allt land og við fáum svona ákveðin verkefni til að svara spurningum og erum að kynna landið og þetta er svona næsta þetta Inspired by Iceland verkefni og þetta er svona þeirra hugmynd að vera með mennska leitavél. Þú ert búinn að vera á nokkuð vinsælum stöðum hérna á Reykjanesi? Já, við erum búin að fara á Eldvörp og Valanhúka, Bláa lónið, Gunnukver og fleiri staði og við erum svona að fara á þessa helsta staði sem að ferðamenn myndi vilja skoða á Reykjanesinu. Og hvernig undirbýr Guðmundur Steinarsson sig fyrir þetta? Það er erfitt, ég er bara sóttur á morgnana og svo fæ ég bara að vita svona kortir í tökur hvað ég á að gera og hvert við erum að fara og þannig að það er mjög skemmtilegt en strákarnir og þau sem eru í kringum þetta eru mjög þægilega og gaman að vinna með þeim, þannig að þetta er lítið mál. Segðu mér aðeins frá þessu fiskeldi ykkar, hvernig kemur þetta til? Já, það er nú það, þetta er ekki bara áralangur áhugi, sagði það. Og hvað eru þið að rækta? Sko við erum að rækta bara, ég ræktaði hérna skrautfiska og alls konar fiska fyrir fólk sem eru áhuga á. En þessi fiskar sem eru með núna, þú ert með heima í stofu bara, eina grimmustu ránfiskar sem til eru? Já, þeir eru heldur, ég er nú ekki að rækta þá, það er nú bara svona meira til gamans. Hvernig kemst maður yfir píranafiska á Íslandi? Þeir eru til í Geldurabúðum, það er ekkert flóknara en það. Og hvernig er þessi útgerð? Er þetta dýrt og er þetta mikil vinna? Já, sko, ferskvatnið er ekkert svo voðalega dýrt. Það er nú nei, þetta er ekkert svo dýrt. Það er kannski stoppkostnaðurinn sem er dýr í fiskabúrum og dælubúnaði, en eftir það er þetta ekkert svo dýrt. Hvernig er þetta mikil vinna á bakvið þetta? Ekki með svona stór búr. Eftir því sem búrin verða stærri því minni vinna er, eftir því sem búrin eru minni því meiri vinna. Segðu mér aðeins frá þessu fiskum sem þú ert með hérna í bílskútum hjá þér. Þú ert með stóra mikil búr, en hvað ert þú með hérna? Þetta er nú arvana, ástralskur, amerískur og bara ameríkufiskar.
Ameríku Siglufjörður. Hvað verður þetta stórt? Það er mismunandi, aðra vann að vera ekki góð meter, þú segir. Svo er heilt svona 30-40 centimetrar. Hvað lifir svona lengi? Ekki hugmynd. Ekki komið reynsla á það. Hvað ertu búin að vera með þetta lengi? Ég er búin að vera með annan fótinn í þessu, helst ekki 20 ár. Og hefur þú svona verið að þróa þig áfram bara smátt og smátt eða ertu búin að vera lengi í sömu tegundum? Alltaf í sömu tegundinni. Alltaf. Þau eru fjölbreytt verkefni svo þú fást í. Hvernig kom þessi súla í hendurnar að þér? Ég fekk bara tilkynningum, var fuglalausir sko, lokarinn í skíli og það var svona hundar, fólk sem ganga með hunda og bæði mig að koma að kíkja á þetta og lögreglan hringdi í mig og ég fer að svona, maður gerir, maður hleypir til alltaf og skoða hvað er maður og Það voru 5 súlur þarna inn í þessu skíli. Þær fóru ekki þangað að sjálfsdáðum? Nei, líklegast, en ég talaði við Elling í morgun, hann sagði að þetta gæti skeð sko. Það hefði verið sko, fannst bara verið vindi, en líklegast þetta hefði verið mannavöldu sko. Og hvað gerðurðu við fuglana? Ég sleppti þessum öllum við 4, hann hélt þessu hjá mér í nótt sko, og hann var að sprækast aðeins og fór að éta og þá fer maður með þetta heimasæði sín og hvað hún gerir sjálf sko, það er ekki að berga þessu, hún er ekki slöð sinni svo leið sko. En svona önnu verkefni, þú ert að eltast við alls konar pöddur og svo náttúrulega sérðum að fanga hunda og ketti svona eftir því sem maður við á? Já, ég er í öllu, ég má segja, ég eltist allt sem með 2 fætur og meira sko. Og ég held fólki, ég held að flestir sé ánægð með mig þegar ég er búinn að vinna hjá þeim sko, ég held að flestir sé svoleiðis sko, sáttu við vinnum minna sko. Er víða svona eitthvað sem er að fara í taugarnar á fólki? Ég held að við erum búin að lifa með þetta í fjöldamörg ár, en nú viljum við ekki vera með þetta lengur. Við bæði leigjendur og aðrir sko, þeir vilja ekki borga litla leigu þessi kvikindi sko og þeir vilja ekki hafa þetta með sér sko. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hann á meðan þú ferðast. Bílinn bíður þín svo tandurheill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is. Byrjaðu fríið fyrr og njóttu lífsins. Keflavíkurflugvöllur. Aðalsýningin á Ljósanótt 2015 heitir Andlit bæjarins og þetta er hann Björgvin í Ljóshópi sem er áhuga ljósmyndarafélag í Reykjanesbæ. Björgvin, hvaðan kemur þessi skemmtilega hugmynd og ég spyr, hver er hugmyndin á bakvið Andlit bæjarins? Sko hugmyndin fyrst og fremst var bara að byrja að mynda skemmtilega karaktera í bæjarfélaginu og svo vatt þetta upp á sig mjög fljótt. Þannig að við fórum að hóa í fleiri og fleiri og endanum að þá vorum við farin að mynda 20 og jafnvel 100 manna á kvöldi sko. En hugmyndin er raun og veru bara að fanga karaktera Reykjanesbæjar. Við sjáum hérna nokkra misskrýtna en marga mjög flotta eins og hérna. Hérna er nú einn bara með smá stuð og hér sjáum við svaka flóru og Hvernig var að mynda svona marga ólíkt fólk? Sko það var mjög létt og mjög gaman. Það var í raun og veru ekkert mál. Þannig að það voru allir bara til tuskið og skemmtilegir sko. Eins og þið sjáuð að það er ákveðin húmor líka í þessu og
Var hugmyndin hjá þér kannski að var hún stærri, datt þér í hug að mynda alla bæjarbúa Reykjanesbæjar? Það náttúrulega blundaði alltaf í mér að það væri skemmtilegt að ná því og við erum komin vel á stað, komin með 500 manns og þetta litla byrjaði sem mjög lítið verkefni og markmiðið var fyrst bara 5, þannig að það er nú aldeilis búið að breytast og ég ætla að halda áfram. Magnús, það er allt í gangi hérna hjá ykkur í United í Helguvík. Hvernig er staðan á verkinu núna? Staðan er bara nokkuð góð. Við erum að skoða tímaáætlunina bara í hverju viku og ég held að hún standist. Við erum að líta kannski á svona 3-4 vikna senkun núna en það er samt innan fyrir það sem hefur verið áætlað. Og hvernig er áætlunin? Við ætlum að byrja í maí næsta ár og áætlunin er að loka öllum húsunum fyrir jól svo við fáum ekki þessa stóru storma í janúar inn í opin húsin, svo það er áætlunin. Hvað eru þetta miklar byggingar? Þetta eru miklar byggingar, opin húsið sjálft sem stendur hérna við hliðina á okkur verður 39 metra hátt og loftfilturhúsið bak við okkur verður 26 metra hátt, svo þetta eru stór mannvirki. Þið eru núna að byggja fyrsta áfanga verksmiðjunnar af 4. Ja, þetta er fyrsti áfangi af 4 og hinir ofnarnir koma bara í beinu framhaldi af ofn nummer 1 og verða allir niður á lóðinni niðri, svo það passar mjög vel svona rekstrarlega séð. Hvað eru margir að starfa við þessar framkvæmdir núna? Akkurat í síðustu viku urðum við 105 verkamenn og það er ekki talið með stjórnununa, allir verkfræðingarnir og þannig þá eru orðin 125. Þannig að þetta er farið að taka til sín slatta mannskap? Þetta er mikið mannskapur núna og það er að stjórna öllu þessu liði og ansi mikið og reikningarnir er orðin háir. Þetta kostar mikla peninga, hvað segir veskið þitt með þetta allt saman? Já, nú eru virkilega komnir margir á stað í einu og reiknaðir mánaðarlega eru komnir yfir 200 milljónir á mánuði. Einn góðan veðurdag nú í haust tók póstkortum að rigna yfir Myllubakkaskóla í Keflavík. Það gerðist í kjölfar þess að nemendur í valfagi í skólanum ákváðu að birta mynd á fésbókinni þar sem óskað var eftir póstkortum frá útlöndum. Verkefnið stækkar dag frá degi og nú hafa borist hátt í 500 kort til skólans. Freydís Kneif Kolbeinsdóttir sagði okkur frá þessu skemmtilega verkefni. Hugmyndin er bara svo að við erum með valhóp hérna í Myllubakkaskóla sem ber heitið Erlend samskipti og við ákveðum að byrja að nota internetið, nota Facebook og við postuðum mynd, það bara sló þögn á hópinn og við postuðum mynd af hópnum þar sem þau óskuðu eftir póstkortum og lofuðu að senda þeim tilbaka sem sagt, ef fólk skrifa heimilisfangi setja póstkortið þá fengi það póstkort tilbaka. Er ekki svolítið gamaldags að vera að senda póstkort? Nei, gamaldags? Nei, það er allir að senda póstkort. Jú, það er svolítið að detta upp fyrir. Þannig að það er líka gaman fyrir að kynna krökkunum fyrir hvað eru póstkort. Ég efast að þau hafi sendt póstkort og frímerki, þau þekkið ekki, krakkar í dag. Það er líka gaman að kynna þeim fyrir því. Hinn árlega skötumessa var haldin í Garði undir lok júlímánaðar þegar Þorláksmessa var að sumri. Að venju var fjölbreytt skemmtidagskrá en allur ágóði hefur runnið til velferðar fatlaðra á Suðurnesjum. Þetta er í 10. sinn sem messan er haldin. Að venju er skata í hávegum höfð en einnig var boðið upp á saltfisk, plokkfisk og meðlæti. Það er Ásmundur Friðriksson alþingismaður og formaður Þroskahjálpar á Suðurnesjum sem leiðir stóran hóp fólks sem lætur skötumessuna verða að árlegum viðburði sem aflar fjár til góðra málefna. Í ár mættu 400 manns í veisluna og Ásmundur var ánægður. Sneisa fullt. Sneisa fullt hús og þau verður bara á skötu, mörgum finnst nú kannski mætti vera sterkari. En það er bara smekksatriði eðlilega. En þetta gengur frábærlega, tónlistaratriðin hafa gengið upp og fólkið er bara mjög ánægður, finnur það og heyrir það. Þetta er frábær samkoma. Jæja, Erla, nýr sóknarprestur í Keflavíkur sókn. Maður spyr svona jafnvel eins og íþróttamenn eða fegurðardrottningar, hvernig er tilfinningin? Hún er mjög sérstök, já. Og eiginlega bara svolítið óraunverulegt ennþá. Af því að í huganum er þetta bara litla stúlkan í Sundaskólanum á Kirkjubekk í Keflavíkurkirkju.
Nú það alvaran. En nú það alvaran. Nú ábyrgðin mín að halda utanum fólkið og starfið. Og hvað næst á dagskrá? Kemur til með að breytist eitthvað með nýjum sóknarpresti eða heldur áfram? Þetta hefur náttúrulega verið talað þetta frábæra starf sem að hér hefur átt sér stað undanfarinn áratug. Já, náttúrulega eðlilega koma einhverjar nýja breytingar en eins og þú segir, hér hefur verið gott starf. Ég kom hérna fyrir 9 árum, starfa með góðum mönnum, Frestónu 2, Sigfús og Skúla og organistanum okkar. Og svo hef ég haft fleira gott fólk, ég með yndislega rekstrarstjóra á Þórunni sem bara eins og stóra systirinn á vinnustaðnum. Þannig að nú það bara að halda áfram því sem við höfum verið að byggja upp síðustu árin. En jafnframt að taka til mín það sem ég hef fengið að heyra síðustu vikur í þessu ferðalagi sem þessi kosningarbarátta, kannski ekki rétt orðið, en ég hef fengið góðar ábendingar. Hvað ég má gera betur, bæði sem ég persónlega og kirkjan mín öll, hvað búið að vera gott og farnast vel hjá okkur. Þannig að mitt það núna að hlusta og huglega hvernig ætlum við að halda áfram. Fólkið í sókninni, það hefur skoðanir á hlutunum og það segir það bara við þig umbúðalaust og það kannski bara gott fyrir þig? Já, ég kannski nota tækifæri að segja það við mig, látið mig vita og okkur sem berum ábyrgð að safna starfinni. Af því að við getum ekki breytt og bætt og stýrt okkur nema við fáum. En oftast það svona gegnum aðra leiðir sem að fólk notar og vil koma á framfæri. Af því það svolítið kjark að koma og gagnrýna, en ef hún jákvæð og uppbyggileg þá vissulega hún til góðs og hana þarf ég. Við erum stödd í einkasafni Poppstjörnu Páls Óskars í rocksafninu Ljómahöll. Þetta svolítið meira heldur en bara einkasýning, þarna æviskeiðið þitt bara sett upp. Já, hérna bara líf mitt komið og þetta bara eins og hitt af mig, bara í einu grænum hvelli og allt mitt líf. Þannig að þetta búið að vera svo sálfræðiþerapía að gera þetta, að þú veist, raða öllu sínu lífi upp í réttri tímaröð og fá að skoða þetta svona eins og að sjá lífið sitt úr lofti og fá algjöra yfirsýn yfir þetta, allt. Ég bara mæli með þessu við fólk. Takið fullt af ljósmyndum frá öllum tímum, raðið þeim upp í rétta tímaröð og þá sjáu þið strax hvað ykkur leið vel og hvað ykkur leið illa og ef ykkur leið illa þá bara spurjið ykkur býtu, ykkur manneskja á þessum myndum sem ég þarf að biðja afsökunar eða þarf hún að biðja mig fyrirkenningar? Af hverju er þessi manneskja farin út úr lífinu? Af hverju kom þessi manneskja núna á þessum tíma? Og þetta alveg gríðarlega gaman og hressandi sko. Eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækjunum í Grindavík og á landinu öllu, Vísir HF, fagnaði 50. afmæli á sjómannadaginn. Við kíktum í afmælisveislu og ræddum við framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Þetta eru stór tímamót hjá ykkur Vísis fólki. Já, þessi sjómannadagshelgi mjög sérstök. Það margs að minnast og margt að halda upp á. Bæði afmæli tengd foreldrum okkar sem hefur orðið 60 ára brúðkaupsafmæli núna. Pabbi hefur átt afmæli á miðvikudaginn og svo fyrirtækið sjálft 50, þannig að það margs að minnast og margs að fagna. Hvað myndirðu segja við okkur í dag að væri svona skipti mestu máli í ykkar fyrirtæki? Við höfum verið ákaflega heppnir með starfsfólk. Við vorum að heiðra 2 starfsmenn í starfsmannahófinu okkar föstudaginn sem hefur verið hjá okkur í 40 ár. Við erum með 20 manns sem eru búin að vera með okkur yfir 20 ár, aðrir 20 sem bara verið 15 ár, meir en helmingur sem hefur verið yfir 10 ár. Þannig að við erum ákaflega þakklátt fyrir það og það er kannski lykillinn að, og það er ekki bara orðagjálfur, það er bara þannig að ef þú ert með gott starfsfólk sem að stillir sér saman þá fara menn í gegnum alla skafla sem að mæta þér. Já, svona var nú það. Sannarlega viðburðaríkt ár hér á Suðurnesjum eins og svo víðar. En við þökkum fyrir okkur og óskum ykkur gleðilegs árs með þökk fyrir það liðna. Sjáumst á nýju ári.
Vertu velkominn á Rocksafn Íslands. Þar getur þú prófa að hljóðblanda, spreytt þig á hljóðfærum, skellt þér í bíó, skoða muni úr rocksögunni og margt fleira. Við tökum vel á móti hópum af öllum stærðum og gerðum. Ég vil að þú komir.